Brynja Másdóttir, velkomin. Takk fyrir. Þú þagfræðingur, þú þingmaður Vinstri grænna, þú barðist í búsáhaldabyltingunni, komst inn á þing með stórar og miklar hugmyndir, þú vildi breyta kerfinu, styðja fólkið í landinu og svo horfum við upp á það að það eru margir að gefast upp á stjórnvöldum. Við horfum upp á það að fólk upplifir það að ríkisstjórnin hafi brugðist og stjórnvöld, þingmenn. Við ætlum að ræða þetta, við ætlum að ræða endurnýjun á bönkunum, við ætlum að ræða framkomu bankana gagnvart skuldsettum heimilum, við ætlum að ræða ríkisstjórnarsamstarfið, við ætlum að ræða landsdómsmálið og prinsippin sem margir segja að VG hafi selt. Eftir þess að stutturræðu mína hérna, meðan ég býð þig velkomna, þá ætla ég að biðja það sem að horfa á viðbrögð fólks og sögur fólks sem birtist bæði í Kastljósi og DFF í vikunni. Í nóvember í fyrra vissi ég hvað stefndi. Ég fór frá Pontíu til Pílatusar. Ég skrifaði ráðherrum, ég skrifaði bankastjóranum, ég skrifaði bankastjórninni og ég fór niður í banka margar ferðir. Ég talaði við umboðsmann viðskiptamanna í bankanum til þess að fá eitthvað, einhverja lausn, einhvern fund. Nei, það var ekki. Þau sögðu við mig þessi fallegu orð, við höfum ekki verkfæri til þess að vinna með. Og ég búin að biðja bankan, ég búin að leggja dæmið á borði fyrir hann oftar en einu sinni að gefa mér tækifæri til þess að borga það sem ég fékk að láni. En þeir eru ekki til viðtals það. Þeir horfa eingöngu í stöðuna eins og hún er. Og þeir vilja meina það að þetta sé ekki ólöglegt lán, en það er náttúrulega að segja það allir sem hafa skoðað mína samninga, að ég fékk aldrei eitt einasta mynt. Ég fékk bara íslenska krónur. Núna er ég komin í þá stöðu að ég er bara með allt í skuld. Ég hef aldrei verið í vanskilum fyrir núna. Aldrei nokkuð tíma. Þegar það kemur að því að þú kveður þennan stað, hvaða tilfinningar bærast með þér þegar þú hugsar það? Það er bara þannig, mann langar ekkert að lifa lengur. Það er bara svoleiðis. Ég er búinn að vera hérna að lifa og hrærast og haft þetta og svona og raunverulega sko, þá langar mann ekkert að halda áfram. Ég hef enga framtíð. Í raun og veru er það þannig að ég verð bara upp á einhverja aðra komin. Það er bara þannig. Ég á ekki séns í að leigja mér húsnæði. Það er búið að setja þetta þannig að venjulegt fólk, millistéttar fólk, kennarar og bara fólk sem er á venjulegum launum með fulla heilsu, það er búið að koma því þannig fyrir og er verið að koma því þannig fyrir að það verði ekki hægt að fyrir þetta fólk að búa í húsum. Þetta er í fyrsta skipti sem að ég er sko hræddur. Ég er hræddur fyrir hönd þjóðarinnar. Ég er logandi hræddur að þau raunverulega fari með okkur til helvítis. Magnús er logandi hræddur að þið, þingmenn og stjórnvöld, séu að fara með þjóðan til helvítis. Já, og ég get því miður ekki annað en tekið undir með honum. Ég hef lýst því yfir mér þess að opinberlega að ég óttist það að við séum ekki að gera nóg til þess að taka á skuldavanda heimila og fyrirtækja. Og að þetta aðgerðaleysi verði til þess að við sjáum fram á skuldakreppu. Við erum búin að fara í gegnum bankakreppu, gjaldmiðilskreppu og vissuleyti lýðræðiskreppu með kosningu bestaflokksins. Það sem blasir við núna er að við stefnum í skuldakreppu vegna þess að það er ekki pólitísku vilji til þess að taka almennt á þessum skuldavanda sem meðal annars skapaðist vegna þess að fólki var talið trú það að það væri hagstætt að taka gengistryggð lán. Vandamáli við lýðræðið er að þú þarft alltaf meirihluta. Þú þarft meirihluta þingflokksins, þú þarft meirihluta stjórnarliða til þess að koma í gegn þjóðþrifamálum. Og því miður að þá er það viðhorf margra vinstrimanna að fólk sem er í skuldavandræðum og greiðsluvanda að það sé óráðsíðu fólk, að það sé fólk sem að eyddu efni fram á þessum tíma. Upplifir það að þetta sé skoðun þingmanna?
Ég hef heyrt þessi rök, þó svo að margir þingmenn veigri sig að koma með þau fram, þá þetta eitthvað sem notað meðal annars sem rök fyrir því að það ekki hægt að samþykkja frumvarp sem að ég flutningsmaður að að kröfur eftir gjaldþrot fyrnist detti niður dauðar eftir 4 ár. Ég að tala 4 ár. Og sko, þá búið að hirða allt af þér þegar þú fyrir gjaldþrot, það allar eignir hirtar af þér. Og ég að segja fólki, þessi forsendubrestur sem varð, hann verður til þess að við munum sjá mjög stóran hóp fólks sem gjaldþrota. Og samkvæmt gjaldþrota skiptalögunum, að þá geta kröfuhafar, endurlífga kröfur að halda þeim lifandi þar til að viðkomandi komin á grafabakkann. Þetta fólk má ekki eignast bíl. Og þú getur ekki unnið vinnu hér í Reykjavík eða á höfuðborgarsvæðinu, nánast nema eiga bíl. Skulum heyra hvað Jóhanna Sigurðardóttir sagði 1. febrúar 2009 fyrir tæpum 2 árum þegar hún tók við sem forsætisráðherra. Við erum í þessari verkáætlun okkar fyrst og fremst á þeim stutta tíma sem við störfum fram að kosningum að leggja áhersluna á það að koma atvinnulífinu í gang aftur sem grundvallar atriði og að slá skjaldborg heimilin og tryggja betur öryggisnetið í kringum heimilin í landinu. Þarna notað orðið skjaldborg í fyrsta skipti að ég held, að minnsta kosti á meðan Jóhanna forsætisráðherra og það hlegið þessu orði í dag. Hvar þessi skjaldborg? Já, því miður, því að ég held að þetta hefði getað orðið svona sameiningar orð fyrir það sem við þurfum að gera og fyrir þá endurreisn eða endurmótun samfélagsins sem nauðsynlegt. Reyndar kom þessu ummæli mér svolítið óvart frá Jóhannu vegna þess að í kosningabaráttunni í fyrra að þá talaði Samfylkingin alltaf bara að þau myndu tryggja aðgerðir eða úrræði sem að hjálpa þeim sem að í mestu vandræðum. Það nú reyndar hugmyndafræði hægri manna að velferðarkerfi bara fyrir þá sem að virkilega þurfa á því að halda. Hugmyndafræði grunnur norræna velferðarkerfisins að við hjálpum öllum þeim sem að hafa orðið fyrir áfalli. Síðan jöfnum við í gegnum skattkerfið. En þetta í rauninni, ef við sjáum bara það kjarkmikla fólk sem kemur fram og segir hver staða þess hvernig bankarnir keyra það í þrot, hvernig úrræðaleysi stjórnvalda líka gagnvart bönkunum og gagnvart þessu fólki. Það verið að tala alls konar úrræði sem hafa verið sett eins og greiðslu, aðlögun og ýmislegt annað. Þetta verið ekkert orðið þessu fólki til hjálpar og enn eru heimilin í landinu í skelfilegum aðstæðum. Þið algjörlega orðin ríkisstjórnin, hún algjörlega orðin blind á hið raunverulega ástand? Býtu, þetta alveg dæmigerð viðbrögð kjósenda. Þið talið leið og þið sjáu eitthvað óréttlæti sem ykkur finnst óréttlæti þegar við að skipta okkur af. Síðan við sökuðum spillingu fyrir að því að við erum að skipta okkur af einstökum málum. En einstaklega kusu ykkur ekki bankana og yfirmenn þeirra og gerði sér vonur að þið mynduð hreinsa til eða að minnstakosti beita ykkur í þágu skuldarana og fólksins. Og eftir því sem ég verið lengur í stjórnmálum þeim samfærðar verði ég það að við þurfum að taka okkur pólitíska ábyrgð á þessari endurreisn. Og hvers vegna getið þið haft þessi afskipti? Og þessi, til dæmis, það að búa til eitthvað millistig sem bankasýsla, milli þingsins, viðskiptanefndar og framkvæmdavaldsins, gerir það verkum að við sitjum bara og erum áhorfendur eins og allir kjósendur. En af hverju búið þið þetta apparat til, bankasýslu, sem skapar ykkur í rauninni fjarvist frá því að bregðast við vandanum? Vegna þess að það var mikið talað það meðan að bankarnir voru í ríkiseigu að nú þið bara sama gamla kerfinu komið á og flokkarnir myndi skipta á milli sín auði landsmanna sem var inn í bankunum á milli flokksgæðinga. Og þar alveg þótti ástæða til að setja svona svona stofnun þarna sem myndi tryggja það að það yrði engin pólitísk afskipti af. En hvað viltu að gera? Ég meina, ertu þá að segja að þessi bankasýsla ríkisins hún sé bara þvælast fyrir og þið getið ekki beitt ykkur fyrir hönd ykkar umbjóðanda? Við í viðskiptanefnd, við eyddum öllum janúar í það að vinna með samtökum fjármálafyrirtæki að verklagsreglum
eða svona leiðbeiningum, pólitískum leiðbeiningum að vissu leyti það hvernig ætti að leiðrétta skuldir fyrirtækja. Já, og þið sendið þetta inn til bankana og hvað gerist? Já, og pólitísku skilaboðin sem að ég taldi að bankarnir hefðu skilið og náð voru þau að ef að fyrirtæki rekstrarhæft, sýnir hagnað, en lendir í því að hafa tekið gengistritt lán, til dæmis eins og kom hérna fram hjá Agnesi. Bæði með Agnesi og síðan Sigurplast. Og Sigurplast, það er nákvæmlega sömu aðstæðarnar, til þess að stækka húsnæðið. Að þá eigi að leiðrétta fjárfestingalánið og leyfa þessu fyrirtæki að halda áframrekstri með sama fólkinu. Þið sendið þessi tilmæli til bankana og þau virðið að vettu í. Þetta er semst tilmæli frá löggjafanum til bankana. Svona eigið að fara með einstaklingar sem í þessum aðstæðum og það virt að vettu í. Já, og það virðist vera þannig að það sé breytt viðhorf inn í bönkunum. Að það sé hlaupin einhver aukin harka í innheimtuna og að ég hef heyrt þær sögur að bankastarfsmenn fá þau skilaboð að þeir eigi að hlaupa á eftir peningunum þar sem þeir finnast. Á sama tíma horfum við á það að til dæmis einstaklingur eins og Jóhannes í Bónus, hann lappar út með 90 milljónir út af Arion banka í eingreiðslu, hann fær að kaupa 3 fyrirtæki sem hann átti áður á 1200 milljónir og samt skuldar fyrirtæki hans, honum tengt og fjölskyldu hans 1998, Arion banka 50 milljarða. Hvernig, ég bara skil ekki þetta, það skilur það enginn. Já, ég vil náttúrulega ekki fara að elta einstaklinga eftir. Þú verður að nefna þetta. Þetta er einstakt dæmi og þetta er opinbert dæmi. Já, ég get ekki séð að þetta samræmist þeim pólitísku stefnu sem að við settum með þessum verklagsreglum. Ætlar að segja mér að Arion banki sé þegar búin að afskrifa þessa 50 milljarða á fyrirtæki 1998 og það sé bara ekki komið fram? Já, ég veit að Arion hefur leyfi til þess að afskrifa háar upphæðir þegar að ræða vildarvini sína og þeir virðast álíta Jóhannes í Bónus vera vildarvin. Þannig hann er vildarvinur en Magnús Magnússon er ekki vildarvinur og ekki Agnes. Nei, og ég hef varað við því að við séum að taka mjúkum höndum á þeim sem að skulda 100 milljóna og milljarða jafnvel á meðan að þeir sem að skulda 500.000 þeir þurfa að fara í gegnum nálarauga til þess að fá aðstoð. Þá segi ég bara, þetta er norræna velferðarstjórnin eins og var talað þetta átti að vera ríkisstjórn fólksins, vinstri, félagshyggju-stjórn og hún lætur þetta viðgangast. Lilja, í alvöru talað.